svona, svona, svona. Nú ætlum við að taka annan hlutan af 3. kaflanum úr bókinni Kraftur og hreyfing. Lögmálin í þessum hluta eru öll smíð Sir Isaac Newton sem var uppi fyrir 300 árum síðan eða svo. Þetta er ekki nýjustu lögmálin í bænum, en þau hafa ekki verið hrakin og eru ennþá í fullu gildi og eru í raun grunnlögmál eðlisfræðinnar. Hann var mjög afkastamikill fræðimaður. Hér er einn helsta bókin hans, oft kölluð Principia, en Sir Isaac Newton er oft eignuð algebran sem við erum að læra í stærðfræðinni. Sumir halda því fram að það hafi verið hann, aðrir halda því fram að það hafi verið Gottfried Leibniz. Ég ætla að láta þá umræðu liggja á milli hluta. Fyrsta lögmáli sem við skoðum heitir tregðulögmálið. Samkvæmt því þá leitast hlutir við að halda hreyfingu sinni og eða kyrrstöðu. Það þýðir að til dæmis bíll sem er komin á fleygiferð klessir á, hann er hérna 100 km hraða, 60 mílur, að líkaminn sem var inn í var á 100 km hraða og ef bíllinn stoppar allt í hennu þá reynir líkaminn að halda áfram að vera á 100 km hraða. Nú ef það er framrúða eða mælaborð sem að lendir á, þá lendir hann á því á 100 km hraða og hann er ekki öryggisbelti eða kastast bara hérna út úr bílnum. Við þrýstumst fram í bílnum þegar bíllinn hægir á sér vegna þess, eins og ég sagði áðan, að bíllinn hægir á sér en við reynum að halda áfram. Ef að bíllinn gefur svo í, þá erum við á hægri ferðin, bíllinn fer hraðar, þess vegna verðum við eftir og þrýstumst aftur í sætin. Við þrýstumst til hliðar þegar hann beygir. Ef að bíllinn beygir til hægri, þá reynum við að fara beint áfram, sem er þá til vinstri miðað við bílinn og öfugt. Samkvæmt þessu þá er hlutur sem vill vera kyrr, vill vera það áfram og hlutur sem er á hreyfingu vill vera það áfram og hann vill halda sömu stefnu. Svona geimfari ef við pekum í hann, þá fer hann bara að hreyfast þangað til að kemur til einhver kraftur sem stoppar hann. Því hér er engin þyngdarkraftur sem að stoppar þetta. Eins að ætla að íta einhverju svona þungaða stað getur verið ansi snúið út af træðunni. Ég ætla að sýna ykkur hérna smá myndband sem útskýrir þetta aðeins betur. Sir, had you better buckle up? Buckle this! Ludicrous speed! Go! Þetta er úr kvikmyndinni Spaceballs. Þarna sáum við afleiðingar tregðunnar mjög greinilega. En það er hins vegar miklu langri pæling að velta fyrir sig hvernig menn leysa þetta í öðrum svona geimyndum. Því að við sjáum þetta sjaldnast þegar gameskip rjúka af stað.
Þetta er náttúrulega bara grínmynd sem að ígir þetta, en í raun og veru að þá ættu þessi áhrif að vera miklu ýktari en þetta, ef þetta væri í alvörunni. Annað lögmálið útskýrir tengsl á milli krafts, massa og hröðunar. Samkvæmt því þá er bara formúla, kraftur eftir massi sinnum hröðun. Það segir okkur í raun og veru að það þarf meiri kraft til þess að koma stórum bíl á sama hraða, eða þannig að hann fái sömu hröðunina og litlu. Skulum skoða. Hver er kraftur bíl sem er 3000 kíló, hröðuna 20 metrar á sekundu í öðru átt að vera. Þá gerum við kraftur er jafnt á massi sinnum hröðun. Massin er 3000. Hröðunin er 20 og við fáum út úr þessu 60.000 Newton. Kraftur er alltaf í Newton. En ef bíllinn er 6000 kíló, þá gerum við á sama hátt 6000 sinnum 20 sem gefur okkur 120.000 Newton. Þannig að það er ljóst, helmingi þyngri bíll þýðir helmingi meiri kraftur. Það er sama hlutfall. Þegar við tvöföldum þessa tölu, þá tvöfaldast þessi tala. Ef við tvöföldum þessa tölu, þá tvöfaldast þessi tala. Það er að sé jafnt vægi. Þriðja lögmálið segir okkur að í hverjum verknaði má finna átak og gagnátak. Það er að segja þegar við spinnum við fætinum, svona venjulega ef við stöndum á gólfi eða fastri jörð, þá veitir jörðin okkur átak sem að við notum í að koma okkur áfram, en ef hins vegar yfirborðið er á hjólum eða á floti og við reynum að hoppa, þá fáum við ekki þessa mótspyrnu, því að átakið fer í að hreyfa hjólabrettið eða bátinn og þess vegna dettum við bara á hausinn. Svona venjulega þá fáum við góða viðspyrnu því að gagnátaki fer allt í að koma okkur áfram. Sama má segja ef við reynum að spila fótbolt í sandi. Ég veit ekki hvort það hefur reynda, það er gríðarlega erfitt því að megnið af orkunni fer í að moka sandi með fótunum en ekki í að hlaupa áfram. Og eins skoppar boltinn í kennst því að hann fær ekki sama mótkraftin. Síðasta lögmáli sem við ætlum að skoða er reyndar ekki númerað sem lögmáli, þetta er lögmálið skriðþunga. Samkvæmt þessu lögmáli þá er skriðþungi jafnt á massi sinnum hraði. Það er raun og veru skriðþungi sem heldur þessu áfram. Eins treysta menn á skriðþunga þegar þeir keppa í skíðastökki. Þá renna þeir svona niður. Skriðþungi er í raun og veru það sem að ýtir á eftir hlutum þegar þeir eru komnir á hreyfingu. Og hér er það sama áðan, ef við tvöföldum þessa tölu að þessa tölu, þá tvöfaldast skriðþungin. Það getur verið ansi mikið mál að ætla að stoppa á svona fyrirbæri eins og stóra flutningabíla, og það er miklu meira mál að stoppa þungan bíl heldur en léttan bíl. En við ætlum að segja þessu þá bara lokið.